Viðtal. Já, ég er komin hérna með Jón Þór Þórðarsson, þjálfara Skagamanna. Þú hlýtur að vera pínlítið svekktur með lokinn af þessum leik. Mjög svekktur. Þetta leit vel út alveg undir blá lokin, en þá bara höfðu þeir þetta ekstra til að klára og við ekki, og bara sama sagan. Við náum ekki að fara yfir 80 stig og halda þeim undir 80, sem er markmiðið hjá okkur, og það bara gekk ekki. Hvað gerðist þarna? Náttúrulega svona í fjórða leikluta fóru þeir að síga á, og síðan síðustu 2 mínúturnar þá er bara einhver 9 stiga sveifla. Hvað er það sem gerist, heldurðu? Já, ef ég vissi töfraformúluna fyrir því, menn er náttúrulega þreyttir og svona, þannig að og svo er þetta bara líka að hafa hugafar til að klára þetta, þannig að höndla þessar aðstæður. Þetta eru bara margir þættir, og það bara að lærast að vinnast, og það bara að brjóta ísinn, og þá vonandi kemur þetta. Það verður náttúrulega að gefa hattaliðinu það að þeir neituðu hreinlega að gefast upp og sýndu mikla seiglu að komast inn í þetta. Algjörlega, þeir bara sýndu það að þeir ætluðu bara að vinna, og þeir gerðu það sem þeir þurftu til að klára þetta. Já. Er þetta bara samt bjartsýnn upp á framhaldið? Það er náttúrulega búin að vera jafnir leikir þessir, eins og þú segir, það hefur vantað herslumuninn að klára þessa leiki sem búnir eru. Jú, þetta er við erum ekkert að örvænta, og við vissum svo sem að tæki tíma að slípa þetta allt saman hjá okkur, og margir hverjir er ekkert að vinna velun fyrir að mæta á æfingar hjá okkur, þannig að leikirnir eru svolítið okkar vettvangur til að koma mönnum í leikform og svona, en það er langt eftir af vetrinum, og þetta er bara fínn leikur fyrir okkur að kljást við, og svo er bara áfram gakk. Við höfum Gnúpverja næst úti, og svo er flottur leikur á móti Skallagrím hérna heima næst, og þá bara verður rock'n'roll. Takk hérlega fyrir þetta. Viðar Örn, innilega til hamingju með sigurinn. Það þurfti að hafa fyrir þessu. Já, ég meina, við vissum að hann er komingað. Þú hefur kannski verið að fylgjast með leikjunum okkar fram að þessu, og þeir hafi ekki verið beysnir. Þannig að, leið á við þessir strákar hérna, ég meina, þetta er náttúrulega strákar sem eru margir eða flestir með úrvalsdeildarreynslu, og þó þeir séu ekki í neinu standi, og þá kunnaði körfubolta, og þegar þeir fengu svona smá smjörþefinn af þessu og fóru að hitta skotum, og við varum náttúrulega bara líka að ströggla, en ég gef þeim fullt kredit fyrir þetta. Ég er búinn að sjá 2 leiki í fyrstudeildinni með þeim, og ég ætla að segja, mér hefði ekki fundist þetta beysið, en við erum bara ekki góðir, og þetta var svona kannski ekki mikil gæði í þessum leik, en ég veit ekki, harkan kannski, og ég reyndi náttúrulega bara að berja sig í gegnum þetta, og rós skilur verið það, þeir eru góðir í því með Fannar Jón. En hvað var það, hvernig nú lítur leikurinn frá því gær að hafa setið í ykkar mönnum? Mér fannst svona að vera þreytumerki á liðinu lengst af leiknum, en það lítur að úthenda töluvera seiglu samt að yfirstíga það og ná að koma sér inn í leik 10-15 stigum undir og ná að vinna hann með einhverjum 7 stigum. Já, ég meina, auðvitað setur þetta í okkur af því að við erum bara ekki nógu góðu standi. Við erum búin að vera að brasa með veikind og meiðsli, og ekki það séu neina afsakanir. Þú þarft ekki annað en að horfa á mennina í okkur, þá eru þeir bara alltaf margir of þungir, Þannig að við þurfum bara að vinna okkur í stand og koma okkur á betra ról, en ég meina, við erum ekki, við erum langt frá því það sem við ætlum að vera akkurat núna, en það er auðvitað gott að fá hann sigur, og koma svona tilbaka. Við erum bara alveg hægt að lítast á blikuna, Þannig að við, bara sýnir karakter og að vinna, þó að við ef við átt að vera betra lið og átt að vinna henni í dag, þá þarf samt að gera það, og við mætum ekki með gott hugafar, eins og bara í aðra leiki sem við verðum að mæta í, þannig að við þurfum bara svona aðeins að skoða þetta hjá okkur. En bara gangi ykkur sem allra best í Dominus, og ég bið kærlega að heilsa austur. Ég skila því.